Nú ein vika í verslunarmannahelgi og ég dauðhlakka til og það mikið af frábæri dagskrá út allt land. Mikið af flottum útihátíðum. En við þekkjum hins vegar síður jákvæða atburði sem að gerast á þessum útihátíðum. Og sem karlmaður þá finnst mér mikilvægt að ég tali nauðganir og ákvað þess vegna að gera það í upphafi þessa þáttar. Og við erum með fullt af flottum átökum í gangi. Nei-hópurinn og bleiki fíllinn en ég vil hins vegar tala við ykkur nauðganir á svolítið annan hátt. Og mér langar að biðja alla kynbræður mína að gera eitt fyrir mig og það tekur ekki nema nokkra mínútur og þið getið gert það í einrúmi. Og mér langar til að biðja ykkur að loka augunum og njóta þess staðar sem þið eru á. Og ímyndi ykkur svo að það kom einhver aftan að ykkur og nauðgi ykkur. Og hvernig líður ykkur? Svo langar mig að biðja ykkur að ímyndi ykkur það að mamma ykkar komi til ykkar og segi við ykkur að í gærkvöldi hafi henni verið nauðgað. Eða systur, ef henni væri nauðgað, hvernig líður ykkur? Eða kærustu. Hvað ef einhver kæmi og nauðgaði kærustu ykkar? Jafnvel besti vinur ykkar. Hvernig líður ykkur? Hvernig líður henni? Og svo vil ég biðja ykkur að spyrja ykkur þeirra spurninga. Er ég tilbúinn til þess að bera ábyrgð á því að einhverri annarri manneskju líði á þennan hátt? Er ég tilbúinn til að vera sá sem að eyðileggur margt, mjög margt í lífi einhverra mannesku, jafnvel þó ég þurfi ekki að axla ábyrgðina? Er ég tilbúinn til þess? Og takið afstöðu. Vegna þess að þegar við tökum afstöðu edrú að þá mun auðveldara að fylgja ákvörðuninni eftir þegar við erum komnir í glas. Er ég tilbúinn til þess að bera ábyrgð, jafnvel þó ég þurfi aldrei að axla? Núna erum við komnir á Patreksfjörð og erum að dreifa miðum í hús þar sem það enginn út á götu hérna. Við erum að hugsa okkur að tala við fólki eins og við erum að gera en bara ekki stakur maður út á götu. Þannig að við tökum upp á því að fara bara í hópi, dreifa miðum. Komum hingað í gær með honum Baldri, búinn að stilla upp í félagsheimilinu og bara vonum að hann beri árangur að bera hérna í húsin. Báturinn að fara. Núna eru hérna félagsheimilinu á Patreksfirði. Rétt fyrir sýningu. Bara aðeins að slaka á áður en fólki kemur. Við erum búin að fara allan bæinn alveg frá byrjun til enda. Að reyna að kynna þetta fyrir fólki. Og vonum bara það besta þar sem við á öllum bænum fundum einn gangandi vegfaranda. Það ótrúlegt að geta labbað klukkan 3 daginn á laugardegi og ekki hitt eina einustu mannesku. Það bara aldrei lent í áður. Nú aðeins að fletta upp bænum áðan. Það 700 manns sem búa á Patreksfirði og við dreifum yfir 200 miðum. Þannig við höfum náð til, maður getur reiknað út, næstum við allra bæjarbúa. Dreifum í flest öll húsin. Tókum daginn í það. Hvað klukkutími í sýningu? Það maður aðeins að synda inn og hlýja sér.
að slappa af. En við erum búin að gera allt sem svona, við erum dottið að gera á Patreksfirði. Við erum búin að fara í sund. Góða kvöldið og verið hjartanlega velkomin. Ég Deili Snjó og skrifa þennan litla einleik sem heitir Pabbi er dáinn, sem við félagi minn Magnús Þór erum að fara með hringinn í kringum landið. Við förum hennan hring á frjálsum framlögum og faðmlögum og bjóðum frítt á alla sýningar og viljum gera það til að deila því sem við höfum lært og erum enn að læra með Íslendingum og því fólki sem við hittum. Og þess vegna býðst fólki að gefa frjáls framlög í hattinn eftir sýningu. Sýningin er hálftíma löng, njótið vel og góða skemmtun. Við erum aftur í sveitinni. Það er bara best í heimi. Það er ótrúlegt hvað einhvern veginn maður fær bara mikinn frið á að vera í sveitinni og vera í kringum dýrin og bara njóta þess að vera bara hér og nú. Það er bara ekkert sem er að trufla mann. En við fórum inn í Ísafjörð og sýndum þar og það mættu 20-30 manns. Það var mjög gaman að sýna fyrir Ísfirðinga. Þeir tóku alveg sérstaklega vel á móti okkur. Það var bara ótrúlegt hvernig fólk tók á móti okkur eiginlega. Þetta var bara, já, okkur fannst við vera bara miklu meir en bara velkomnir, sko. Það var bara eins og við ættum heima af það og við hittum vinnuskólan. Vinnuskólinn á Ísafirði er með svona fjöllistarhóp sem heitir Morrin og þau fara og taka á móti ferðamönnum í svona byggðasafni og klæða sig upp í gamla búninga og skotthúfur og er að dansa og syngja og fara í leiki og alls konar svolítið fyrir ferðamennina til að sýna þeim hvernig Ísland var einu sinni. Og það er bara rosalegt að fylgjast með krökkum 8. til 10. bekk að vinna svona vinnu, sko. Það er ekki allir sem að myndu gera það, sko, á þessum aldri. Og við fórum og hittum þá krakka og ég fekk að eyða heilum degi með þeim og gera svona litla æfingasmiðju, litla leiklistaræfingasmiðju með þeim. Og fórum þar í alls konar leiki, gerum raddæfingar og gerum alls konar leiklistaræfingar og teygjur og upphytturæfingar og þau stóðu sig bara alveg rosalega vel og alveg bara mjög kraftmiklir krakkar.
Bleikt.is. Það er eitt flóknar að það, sko.